Sæl veriði, Björgvin Ívar heiti ég og í þessum þætti ætla ég að ferðast með Dögg og sögu Suðurland og í leiðinni að gefa ykkur nokkur góð ráð sem þið getur notað við heimildamyndagerð. Það eru nokkrar almennar reglur sem gott að hafa í huga í heimildamyndagerð. Það er mjög mikilvægt í upphafi myndar að varpa fram staðhæfingu eða spurningu sem gefur áhorfendunum fyrirheit hvað myndin snýst. Í dag ætlum við að kíkja á tvær af náttúruperlum Íslands. Það er líka mikilvægt að hafa miðju sem fylgir þeim fyrirheitum sem gefin voru eða leita svara við þeirri spurningu sem varpað var fram. Við erum staddir í Kerið í Grímsnesi, en Kerið er einmitt gamall gjóskugígur. Og við þurfum líka endi sem að tekur saman og lokar því sem myndin fjallaði Þetta er búið að vera frábær dagur hjá okkur sögu á Suðurlandinu. Nú ætlum við bara að skella steik á grillið og skella okkur heita potinn. Já! Það er gott fyrir áhorfendan að vita hver það er sem að leiðir hann á ferðalaginu. Það má til dæmis gera þetta með því að viðkomandi kynni sig beint. Ég heiti Dögg, þetta er Saga. Það getur líka verið gott að gefa áhorfendunum tilfinningu fyrir staðsetningu og aðstæðum með því að tengja saman myndskeið og hljóð. Við erum á Þingvöllum. Þó mikill tími hafi farið í undirbúning, þá er mikilvægt að hafa í huga að það geta komið upp óvæntar aðstæður í tökum sem að virka vel fyrir heildarmyndina. Það er mikilvægt að kalla fram þá tilfinningu að tími líði, til dæmis þegar að ferðast á milli staða. Það eru nokkur trix sem eru notuð til að gera þetta, til dæmis með því að raða saman stuttum klippum úr ferðalaginu. Aukaskot eru svona skot þar sem að megin viðfangsefnið er ekki aðalatriðið. Þetta geta verið skot sem sýna vettvang og aðstæður og geta verið mjög góð til að hafa áhrif á stemmingu, hraða og takt myndar. Þetta var mjög góður dagur á Suðurlandinu með Dögg og sögu og ég vona að þið hafið náð að læra eitthvað sem kemur ykkur að gagni. Takk fyrir mig.